hérna æfingapróf sem við ætlum að fara yfir og hér er fyrsta spurningin VFDR-mótstaða, svokölluð eiginbreytilega mótstaða. Hvernig breytist viðnám hennar með vaxandi spennu? Ef spennan eykst þá kemur að því að það minnkar viðnámið. Viðnámið minnkar. Já, svo að það er viðnám og svo spenna, viðnám á, ég ætla að reyna að koma þessu fyrir, ég kom með þessu bara ekki hérna. Að reyna að skella þessu hérna inn á, að ég er með í-ás, það er viðnámið og x-ás, það er spennan. Þess að viðnám hérna, hérna, viðnám og hér er spenna. Og þetta var pílur sitt hvort megin. Svo ætla ég að teikna inn á þetta hvernig þetta breytist, að það er ákveðið viðnám í þessu. Það er til ákveðinu spennu náð og þá hrapar það hérna niður. Það er oft til að verja inngang á tækjum. Þetta er sem sagt, að skrifa hérna inn VFDR, Voltage Dependent Resistor. Ok, það er hérna, hvort ég náðu þessu inn. Svona og setja þetta einhvers staðar hérna, floating, já, ok, hérna fljóta þetta yfir, hvert lenti þetta, hérna, ok, aðeins að minka þetta hérna og fara með þetta hérna, þetta á við fyrstu spurninguna hérna, svona. Svolítið lítið af þessu blás hérna, en ok, það er sem sagt viðnámið minnkar hérna þegar ákveðin spennu er náð. Það er það sem að gildir. Ok, þá var næst, hér er spennudeilir hérna fyrir neðan og við erum með litamerktamástöður 2 og efri mástöðan er 470 ohm. Og síðan er mástöð í miðunni er 3600 ohm og síðan fáum við hérna heildarviðnámið, þá fængum við 4540 eða ekki ohm. Straumurinn í rásinni, þá leggjum við öll saman sem fáum heildarviðnámið og það er sérst bara U deilt með RH. Það er þá saman sem þið fengum þá strauminn 13,2 milliampere. Það bil og þannig að, já, í saman sem og síðan erum við með hérna spennuna milli A og B. Milli A og B, það er saman sem það er I sinnum og við RVAF, variable RVAF raunin sem að var deilt með 2. Þá hérna er ég að merkja þetta RVAF deilt með 2 einhvern veginn svona. Þetta er variable deilt með 2, svo er ekki lengur hérna svona, nei, hvað er svona? Og þá segi ég saman sem allt í lagi og þá segi ég straumurinn var 13,2 milliampere. Já, ég bara eitthvað þessu bara strax í hérna
ampere, segjum við hérna 0,013, taka koman hérna, er þetta ekki rétt svona, sinnum, þetta var sem sagt 470 ohm að viðnám, þá segjum við 235 ohm sem er markvöldum og þá fáum við út að spennan þetta milli er 3,1 volt. Er allir sammála þessu? Já. 3,1 volt. Af hverju er með 235? Jú, af því að þetta er helmingurinn af viðnáminu, hérna fastu viðnáminu sem er 470 ohm. Nei, þetta er R-VAF deilt með 2. Þetta er helmingurinn. Já, ég vil bara skrifa hérna R-VAF í miðju. Það er betra að segja það. R-VAF stilt í miðju, þá er það 235 ohm. Ég geti líka að skrifa hérna í staðin fyrir hérna 235, þá geti ég sagt hérna 470 deilt með 2. Sem sagt að R-VAF 1, þetta er tákn af stillanlegri mótstöðu sem er með öxli út úr tæki, það er takki utan á tæki sem stillir þessa mótstöðu. Hin mótstaðan er stillt yfirleitt með skrúfjárni, stundum kölluð trim mótstaða, þar sem maður stillir þetta bara þegar maður setur saman tæki, þá þarf maður að stilla þessa mótstöðu þannig að tæki virkir rétt og svo bara loka maður tækinu og notandinn fær ekki aðgang að þessari mótstöðu. Þetta er svona strik við, það er svona tákn fyrir það er fyrir verkfæri, stillt með einhverju verkfæri. Og oftast erum við að nota skrúfjárn til að stilla þessar mótstöður hérna, R-VAF 2. Ok, og hvaða tvö atriði er mikilvægt að hafa í huga við val á raflausnaþétti við afriðun, að það er náttúrulega stærð á rýmdinni, það er stærð í rýmd. Sjá hérna, stærð í rýmd, það er sem sagt C og spennuþol. Hvað há spenna verður eftir afriðunina, eða sem sagt, já, hvað er spennan há inn og hvað verður þá spennan út og þolir hérna þéttirinn þessa spennu, við þurfum að passa upp á það. Það er að rýmd og spenna, eða spennumerking, spennuþol þéttis. Ok, þá er þessi tvö atriði. Svo er hérna, þetta er mjög einfalt, stutt og einfalt vegna þess að díóðin bakspennt
og straumurinn sama sem 0 ampere og af því að þegar engin straumur í gegnum rásina þá líka spennan U sama sem 0 volt. Ok, þeir eru með það. Gott mál. Svona. Ok. Þessi senedíóða hérna, hún nefnilega með stærri senerspennu heldur en að spennugjafi að gefa. Þetta svolítið trikki hérna. Og þess vegna, sko, díóðnar, þær eru framleiddar þannig að þær opna fyrir straum í gegnum sig ef að spennan inn fer upp fyrir senerspennuna, upp fyrir 18 volt. En það gerist aldrei í þessari rás hérna vegna þess að spennugjafinn gefur ekki hærri spennu út heldur en 16 volt og hér stendur hvað sýna mælirnir í myndinni ef spennugjafinn stilltur á 16 volt. Jú, báðir spennumælirnir sýna 16 volt. Sama sem 16 volt á báðum mælum. En hvað segir straummælirinn? Alltaf senedíóðan ekkert farin að leiða því að við erum ekki komnir upp í senespennuna. Þannig að það engin straumur. Engin leiðni. Það bara 0 ampere. Og núna erum við með óvenjulega rás þess að það myndi enginn geta notað þessa eða þetta væri kannski hægt að líta á þetta sem einhver svona öryggisspennu ef að tæki hérna sem væri tengt hérna hægra megin ef það gæði einhvern púls eða eitthvað sem að færi upp fyrir kannski 18 volt þannig að það væri einhver annar búnað sem að myndi ganga á 16 voltum þá er það kannski bara til þess að tryggja það að það kemur ekki hærri spenna inn á tækin en 18 volt. Það verja tæki fyrir að fára spennu. En annars senedíóðan, yfirleitt erum við með þessar senedíóður með lægri spennu heldur en spennugjafsspennuna þess að rekna út. Þannig að núna höfum við ekki æfinguna í að rekna út þann möguleika. En við höfum farið í svona dæmi áður þannig að ég held að þið hafið þessa yfirferð annars staðar. Eigum við að segja einhverja aðra spennu á þetta til þess að breyta þessu og æfa okkur ef það kemur upp dæmi. Ef að segja þetta sé 10 volt á senuspennan. Breytum dæminu sem sé 10 volt og þá já, hvernig ég þarf eiginlega að kannski get ég breytt breytt myndinni. Já. Já, ekki hérna einhverstaðar þá? Komið. Lengra til hægri. Það hérna? Þetta? Já, þetta hérna. Einmitt. Það bara ger ég svona og ég get sett það bara hérna yfir. Ég þurrkaði þetta út og ég get sett það hérna yfir, eða ekki? Ok, ég get farið hérna yfir og ég ætla að taka út, ég get farið þetta hérna. Ég get sett hérna, hér get sett þá 10 volt, sem spenn 10 volt. Ok, flott takk fyrir þetta. Og þá er ég búinn að breyta dæminu þannig að sko, þá restin af spenni, ef að senedíóðan, hún gefur yfir sig 10 volt. Restin af spennunni, eða 16 volta spennu, þá yfir viðnámið R. Þannig að UR þá saman sem 6 volt. 6 volt og að segja þetta R saman sem 6 volt og þá getum við reiknað út hvað straummælirinn sýnir. Hérna í þessu breytta dæmi þá getum við sagt að já, ég ætla að fara hérna mælarnir hérna U
er sama sem 16 volt fyrir mælirinn og seinni U sama sem, hvað sýnir hann? Hann sýnir 10 volt af því að hann sýnir senuspennuna og U er þá 6 volt og þá getum við að reikna út strauminn I er þá sama sem af því að spennugjafarspennan er sem sagt 16 volt, kemur hérna út frá spennu, það segir hérna spennugjafinn er stilltur á 16 volt. Það gefur 16 volt hérna. Senerdíóðan, hún passar að spennan hérna yfir tæki sem er tengt yfir hliðina á henni fær bara 10 volt. Og restin af spennunni fellur þá yfir viðnámið. Það er þá 16 mínus 10 er 6. Það er einfaldlega svoleiðis. Spennudeiling, spennan yfir senendíóðana pluss spennan yfir viðnámið gefur okkur spennugjafarspennuna. Þannig er þetta. Einfalt. En við þurfum að skilja þetta. Þetta er góð spurning. Og þá er það spennan UR6 segi ég bara deilt með UR deilt með stærð viðnámsins sem er 3300 stendur hérna 3,3 kílóum þá segjum við hérna 6 deilt með 3300 og hvað fáum við úr því? Ég 6 deilt með 3300 þá fáum við hérna 1,8 milliampere. Það er alveg nóg svar. 1,8 síðan kemur 1,8 endalaust hérna milliampere. Það mætti svara þessu líka 1,82 milliampere eða nóg að segja bara 1,8 milliampere allt í lagi. En 2 aukastafir fyrir aftan komu bara mjög fínt. Ok, næsta mál. Það er C-liðurinn hérna, það er ljósdíóðan og spennan gefur okkur 9 volt og 2 volt falla yfir ljósdíóðana. Þannig að spennan yfir viðnámið, hérna, sama trikkið, við segjum 9 volta spennugjafarspennan mínus 2 volt er þá 7 volt yfir viðnámið og þá hérna getum við fundið út stærð mótstöðunar sem er beðið hérna. Þá segjum við að R er sama sem, þá setjum við þetta inn að sviga, U mínus U LED, ljósdíóðanar. Já. Og hérna svílokast og þetta hérna er deilt með dæmigerða straumnum sem að tekur sem er gefið hérna 10 milliampere deilt með 0,01 amperi sem er 10 milliampere, þá segjum við að þetta er 9 mínus 2, það er 7 volt. Setja svigautanum þetta og deilum með 0,01 10 milliamperum og þá fáum við að þetta eru 700 ohm eða ekki. Það er þá afgreitt og síðan þurfum við bara að raðtengja þetta þannig að straumurinn fari rétt í gegnum ljósdíóðana. Er hægt að gera það hérna í design. Það er örugglega insert. Er einhvers staðar að dróða hérna?
Ég hef ekki fundið það, sko. Er það smart art eða eitthvað slags? Nei. Ég held að sé... Ég ætla að skella þessu bara beint inn í Paint. Núna. Ok, og ég kem með þetta kemur með Paint og nú setjum þessi hérna og við teiknum hérna á milli línuna aðeins verður hérna sem sagt, fer hérna einhvers staðar inn á viðnámið frá viðnáminu inn á ljóstíðana og frá ljóstíðunni og í mínus. Núna fer straumurinn, skilgreindur straumur frá plús gegnum ljóstíðuna, hún lýsir og til mínus. Þetta var málið. Ok. Kannski get ég tekið, já, Ctrl A, Ctrl Copy og inn í hérna fyrst. Svona komið. Svo er næsta. Brúarafreiðillinn, hann sýnir plús frá mælinum inn á plús á brúarafreiðillinn. Ef við lítum bara á formúlublaðið, þá er með fullt af afreiðisbrúum. Hér er brú, sem sagt, hérna til þess afreiðisbrú, ef ég set alveg sama, sko, þá er þessi þriggja-fasa. En ég set hérna, til dæmis, svona brú, 4 díóður. Ég set plús á mælinum minn plúsinn á díóðbrúna. Sjáðu það ekki, ég kem ekki straumnum hérna í gegnum aðra hvora díóðana. Og ég var með hinn endan á mælinum við AC. Og AC er hérna á milli díóðana. Það er annarkot tengt frá riðspennunni hérna inn á milli. Og ég næ ekki að senda strauminn hérna í gegn. Plús inn á katóðu, þá er óendanlega stórt viðnám. Díóðan er bakspennt. Sjáðu þetta ekki fyrir okkur. Og það teiknum þið inn á. Já. Já, það væri hægt. En ég get líka tekið hérna myndina hér. Ég tekið þennan hluta hérna myndinni. Og inn á Paint bara reynilega. Bara hann hérna, já. Og hérna set svo mælinn inn á. Set mælinn svo inn á brúna. Á réttan stað. Ég ætla að fá hérna mælinn. Svo sjá. Hérna svo fer hérna ofar í dæmið hérna. Það er að klára þetta. Og hérna var það. Tek brúna hérna. Aftur. Svona. Aftur hérna inn. Sem sagt mælirinn. Já, ok, þetta er hérna. Ég tek mælinn hérna. Og tengja hann hérna inn á brúna. Sem sagt plúsinn fer þar sem að plúsinn kemur út úr brúnni. Er það sammála? Það kemur hérna. Tengist hérna í. Ok. Mínusinn á mælinum, hann fer inn á riðspennutákn. Ok, þetta er riðspenna. Hérna tengist riðspennunni inn. Og tengi ég hérna inn á riðspennuna. Leiðir díóðan. Nei, við reynum að tróða plús hérna öfugt í gegnum þessa díóðu hér. Hún er lokuð, hún er bakspennt. Þannig að við getum skrifað inn á prófið óendanlega stórt viðnám. Þetta er 8 á hlið, sjáðu þið. Þið munið eftir þessu tákni, óendanlega stórt, það ekki? Ég er alltaf í lagi með þetta ómerki hérna líka. Óendanlega stórt viðnám. Þetta er svarið. Ef að plúsin væri hinum einn, þá myndi bara segja mælirinn sýnir leiðni. Það er bara að skrifa bara hérna við mælinn, bara leiðni. Það er bara leiðni gegnum díóðu. Það er það sem þetta svara þessu. Ok, klárt. Já, klárt. Komið. Þá skulum við fara í næsta.
Það er hérna, ég ætla bara að skrifa niður svörin. Það tækir á langa tíma að fara í alltaf útreiknana. Að svarið við gáruspennunni er 2,76 volt. Er það eins? Þér er alveg sama. Hvað segir, fékkstu það sama? Flott. Ég heyrst þú segja mér alveg sama. Ok, fyrirgefðu. Hérna, næsta er þetta er gáruspennan og næsta er 14,89. Er það rétt? Með, já. Ok. Ég ætla að hafa þetta svo þeir skilji þetta sem er að fara í vídeo eftir. Það er þetta gára. Ok, og síðan er hérna viðnámið í R-ið fekk svo það fekk ég út sem 64,74 ohm. Það var sem sagt 14,89 deilt með 0,23 ampere, sem sagt 230 milliampere. Er ekki að sammála mér með það? Já, ok, ég fekk 1S, það hlýtur að lagi. Max, nei, fyrst gára í næsta dæmi, í B-lið. Þá er ég að reikna út stærð gáruspennunar, það er 2,4 volt. 2,4 volt, ég held að allir séu sammála því. Max reiknaði ég upp í 26,6 volt. Það ekki? Úps, sko þetta er 24 pluss hálfgáruspennan, eða ekki? Sem er 1,2 pluss 1,4 volt. 0,7. Gæti verið. Nei, já. Og já, að gera að reikna bara aftur sko, til öryggis. Að reikna tvisvar. Já, flott. Og síðan deilum við með rótina tveimur, þá fá ég 18,8 volt 10. Hvað segirðu? Og svo er max deilt með rótina tveimur. Deilt með, já. Hvernig get ég gert rótina tveimur hérna? SQR2 sama sem 8,8 volt. Ok? Ok. Og einhver með 18,8 volt. Já, það er bara aukastað að skekkja, ekkert mál. 8,3 volt, ekkert mál. Ég notaði bara alla aukastafana, þess vegna fæ ég 8,8 volt. Ok, max, fékkst ekki 26,6 í því? Já. Já, jú, það er rétt, já. Í max? Já, já, það er 24 volt pluss 2,4 deilt með 2, þess að gára deilt með 2. Nei, pluss 2 veit ég. Já, við þurfum að leggja þetta allt saman núna. Og formúlan er á næst síðustu blaðsíðunni. Hún er hérna með pluss gára deilt með 2 pluss 2 sinnum öd. Já, allt í lagi.
Það er bara gott að gera mistökin núna áður en þið, svo þið gerið ekki mistökin í prófinu. Ertu búin að skrifa þið niður? Ok, flott. Já, það er alveg rétt sko að reikna gáruspennu með 1000 sko, en málið er þá ertu margfaldað sem sagt 6 sinnum 400 deilt með 1000. Það er til þess að finna gáruspennuna. Fékkstu það ekki 2,4? 4 Já, sko 20 í byrjun þá var gáruspennan ekki rétt hjá þér. Þess að maður fær 2400 6 sinnum 400 stuðullin er 6. Já, allt í lagi. Fyrst er það 24 pluss hérna gárspennan 2,4 deilt með 2, það er sem sagt 1,2. Gerðu það ekki? 24 pluss 1,2 pluss 1,4. Já, allt í lagi. Akkurat. Ok. Þá er það sennilega alltaf að vera að koma í okkur. Og síðan hérna bara teiknið myndina sem er nákvæmlega eins og formúlublaðið. Ég ætla ekki að fara í það núna. Spennan á þessu er sem sagt 59,37 fékk ég út úr þryggjafasa afriðinni. Já, flott er. U með sama sem 59,37. Flott. Ok, flott. Sko núna eru við svo komin í alvöruna, sko, í transferuna. Og það fyrsta, við vorum að gera þetta í æfingu 10, var það ekki? Eða 11, já, eitthvað álíka. Og við þurfum bara að átta okkur á því hvernig þetta virkar. Sem sagt að hér er sem sagt staðsetningin á ljósháðumótstöðinni inn á base frá plus og við bara átt okkur á því hvernig virkar ljósháðumótstaðan sem sagt og hvað er spurt hvaða spenna er peruna þegar LDR er lýst ef það kemur ljós á LDR-mótstöðuna hvað er með viðnámið? Er það mikið eða lítið? Eykst það eða minnkar það? En með lýsum á það, með vasaljósi eða eitthvað þá minnkar viðnámið, það var lítið viðnámið, það minnkar viðnámið. Það þýðir það að hérna myndum við fá straum inn á beisin og þá myndi transstjórun opna og þá myndi vera 5 volt spenna hérna eiginlega á perunni og hún myndi lýsa. Ok, þá myndum við skrifa hérna, það er alveg nóg að segja það bara hérna 5 volt, það þarf ekki að vera að draga 0,1 volt spennu frá transstjórnum þó að það sé raunverulegt, en þetta er nógu nákvæmt, bara, þú veist, annarkot er hún kveikt eða slögt og það er cirka 5 volt, tæplega 5 volt, það er málið. Ok, og hérna, ein á hinni myndinni, þá virkar þetta öfugt, því að hún er á hinum staðnum. Þá hún lítið viðnám, þá drepur hún spennuna af beisnum hérna og lokar transstjórnum. Og þá er engin straumur í gegn og þá er engin spenna á ljósinu, perunni, þá bara 0 volt. 0 volt og hún er slögt. Ok, ef við segjum þetta, ef við segjum, já þá hérna, þá í rauninni er bara þetta viðnám hérna, sko þá í rauninni tökum við þetta hérna og bara minnkar viðnámið, við getum þetta bara tekið vír frá base hérna og niður í mínus. Ef við erum mjög gróður á þessu. Hún er lýst straumi. Já. Já, það er málið.
Mótstaðan verður það lítil að straumurinn fyrir auðveldustu leiðina bara í gegnum hana og þá ekki inn á beisinn. Transistorinn lokar þess vegna. Ok, þetta var eins og við gerðum í verkefninu. Þannig að þegar kom myrkur, þetta hægri rásinn nefnilega fyrir útiljósið. Fótósellu virknin fyrir útiljósið. Að þegar kom myrkur, þá hátt viðnám í ljósstíðunni og þá kemur straumurinn inn á beisinn. Þá fer hann auðveldustu leið gegnum beisinn. Kemur kvöldi úti og nótt og myrkur úti og þá fer straumurinn ekki gegnum ljósstíðuna þess að hún orðin hátt viðnám og heldur fer straumurinn inn á beis og milli beis og emitter og í gegnum díóðuna og díóðan hún bara leiða alltaf stanslaust og alltaf með 0,7 spennu í sig og allt í lagi þegar að transistorinn leiðir og myrkur og mikið viðnám í LDR. En svo tryggir þessi díóða að transistorinn loki. Því að við getum ekki látið LDR mótstöðuna verða það lítið viðnám að transistorinn loki nógu tryggilega þegar það verður birta aftur. Þannig að það hlutverk D1 á myndinni. Það að tryggja það að transistorinn loki. Til að loka transistornum tryggilega. Loka transistornum tryggilega þegar LDR mótstaðan lýst. Ok, núna. Sjáu þetta, já, ég hef þetta á neðlega náttúrulega. Já, ok. Svona, til að loka transistornum tryggilega þegar að LDR mótstaðan lýst. Það hlutverk D1. Við komum með þetta okkar, aftast líka. Já, flott, æðislegt. Þá getum við haldið áfram. Þá förum við að leggja álagslínu í þetta. Við sjáum samkvæmt þessari rás. Við erum að leggja álagslínu samkvæmt þessari rás Stendur legðu DC álagslínu inn á mynd 3 fyrir transistorrásina. Það eru 2 punktar sem að leita að. Það spennugjafarspennan. Hvað spennugjafarspennan? Hún 14 volt. Þá setjum við punkt í 14 volt. Og ég ætla að skella þessu inn í Paint. Já, ég ætla kannski að reyna að ná báðum myndunum. Sjá. Já, ég veit það. Svona. Jú, sem sagt að það spenna það 14 volta spennan, það annar punkturinn á línunni. Og ég ætla að fara með þetta inn í Paint, File og New og nægi þetta og skella þessu inn. Og þá ég komið þetta svona. Þá, annar punkturinn 14. Ég get sett hann til að merkja hann 14 volt. Þetta annar punkturinn, Svona, þá setjum þið þessa spennu sem annar punkturinn, 14 volt, inn á Það þessi punktur hér, ok. Og hinn punkturinn hvað getur mest straumur orðið í rásinni út frá viðnáminu Þá segjum við 14 volt deilt með þessu viðnámi. Það eina sem við getum gert. Já, það 0,05 ampere sem að breytum í milliampere sem eru
50 milliampere. Ok, ég ætla að reikna þetta út, setja þetta hérna inn, að hér sem sagt sko, efri hérna punkturinn á álagslínunni ekki 25 milliampere. En við eigum eftir að reikna það út. Það alveg rétt sem þessi liður sem þú ert að svara, það alveg rétt hjá þér. En til þess að leggja álagslínuna, þá verðum við að finna þennan straum sem getur orðið mestur í rásinni, skilur við. Það verðum við að nota þessa stærð hérna, 280 ohm. Það við erum að segja fyrir álagslínuna sama sem U deilt með RK. Heildarspenningi á spennan U deilt með RK. Ok, þá segir þetta eru 14, þar leiðir, við erum 14 volt, deilt með 280, fyrirgefðu, 280. Og þá útkoman úr þessu eru 50 milliampere. Ok, og þá ætla ég loksins að leggja álagslínuna. Það rosalega erfitt að skrifa með þessu. Ok, sett hérna álagslínu, það lína hérna og það nær hérna frá og niður í 14. Svona, ok, komið. Þú ætla aðeins að færa þetta frá og skoða hvað átti ég að gera hérna áfram í dæminu. Síðan eigum að reikna IK og bera saman með útgangskennilínuna. Það alveg rétt hjá okkur, það sem þið voru að gera, það að IK sama sem IE mínus IB. Þetta voru 25,03 mínus 0,03 sama sem 25 milliampere. Þá rétt hjá ykkur. Og við höfum að bera saman hvort að 25 milliamperein eru þá þarna á ferðinni. Þegar að straumurinn 30 mikroampere. Þetta eru 0,03 milliampere eru 30 mikroampere. Ok? Sjáu, það þessi hérna. Og þetta aðeins fyrir neðan. Það taka hérna línu út, ég ætla að hafa hana öðru í svo litin. Já, ég var með þessa valda. Ef að hafa álagslínuna svona litin. Nei, býtur við. Ok, nei, ég ætla að hafa hana svona. Bara merkja henni burtu, svona. Og ég ætla að draga hérna línu út frá, ég ætla að hafa hana svona. Heyrðu, hvað í gangi hérna? Svona. Ég ætla að búa til línu og breyta henni. Sjá. Svona, nei, verða báðalínunar svona? Af hverju hinn valinn líka? Já, það eitthvað að forritinu. Já, þetta skrítið. Jæja, nú. Ég þarf að gera, ég búinn að rugla forritið alveg í tætlur. Já, ég hafa hann þannig veitinn. Ok, þá ætla ég að taka þessi í burtu og ég ætla að draga aðra línu hérna, svona. Ég ætla að hafa hana ekki að svona svera. Ég geti haft mun að þeim. Þannig að ég ætla að hafa hana öðru í sér litin, ég ætla að hafa hana svona. En nú breytist þeim ekki. Ok, þá ætla ég að prófa aftur að draga línu. Jú, þetta vinstralegi. Og ég ætla að fara frá 30 mikroamperum hérna út og hafa hann alveg beina. Heyrðu, jú, þetta ég svindlaði aðeins, ég fór aðeins. Og þetta cirka 25 milliampere. Þetta ekki alveg, þetta aðeins kannski undir. Þannig að þetta passar nokkurn veginn. Þá segjum við, já, passar nokkurn veginn. Og þá
teikna svona línu inn á. Ok, kannski ég setji þetta hérna þá inn á og síðan ef þetta reikna RB. Ég ætla að setja þetta hérna bara fyrir neðan, þá kemur þessi mynd á næstu. Taka hérna UKE, já. Það er eftir að segja UKE. Segja hérna að fara með þetta hérna í UKE. UKE er sama sem sko, þá myndum við nota þessi 25 milliampere til þess að reikna út, þetta er í rauninni þannig að U mínus U RK. Já, við. Nei, ég get ekki notað U-base einmitt spennuna. Ég reikna út UKE. Það má ekki, það er ekki hægt. Saman sem hérna. Þá spennu má ég ekki nota þegar ég er að reikna út UKE. Það er aðeins að minnka þetta hérna, svona. UKE. Svona. Ok, þá segi ég hérna að það er spennugjafspennan, 14 volt. Mínus, hvaða spenna fellur yfir raftengda viðnámið við kollektor emitter á transstólunum? Ég verður að reikna út, ég setja það inn í sviga, sem sagt ég reikna út með því að segja I sinnum RK. Og ég ætla að setja það hérna þá upp, það er þá 14 mínus, ég ætla að setja tölurnar hérna inn. Straumurinn var 25 milliampere, ok? Ég ætla að breyta um í ampere, segi hérna 0,025 sinnum stærðin á mótstöðinni sem er 280 og loka sviganum. Hvað fáum við út úr þessu? Sjá, ég ætla að hérna reikna þetta út betur. Þetta er 14 mínus, hvað fæ ég út þessu? 0,025. Ok, mínus 7 volt. Það er mjög líklegt. Sama sem 7 volt. Það er mjög svipað og er á línuveitinu, útgangskenni línunni. Og já, sjáu, við skulum bera það saman hérna. Þá segir það að frá þessum punkti hérna, alveg rétt, frá 30 mikroamperum sem er í gangi hérna, þá ætla ég að taka aðra lína, ég ætla að hafa hana bara bláa. Jú, þá breytir þessi lína í blá. Ok, ég ætla að setja hérna fleiri bláar línur og taka hérna þessa línu niður úr punktinum og hérna beint niður. Það er ekki alveg 7 volt. Ég svindla hérna aðeins. Þetta er cirka 7 volt, þetta er rúmlega 7 volt. En þið sjáu þetta passar nokkuð veginn. Ok, þá ætla ég að taka hérna, já. Ég segi að það er spennugjafspennan mínus spennan yfir RK. Já, þeir reiknuðu IK fyrst, það er alveg hárrétt hjá okkur. Við notum sem að við drögum base strömmin frá emitter strömmnum, það er alveg rétt hjá okkur. Og það er þá endur við með 25 milliamperum. Og 25 milliampere fari í gegnum RK sem er 280 ohm. Þannig að það verður spenna ef að ströymur fer í gegnum viðnám sem er 280 ohm.
straumurinn er 25 mA sinnum 280, þá fáum við 7 volt spennu. Drögum hana þessa spennu frá 14 volta spennugjafarspennu, fáum 7 volt milli kollektor og emitter. Það þýðir að transistorinn, hann er hálfopinn, skiljið. Hann er ekki fullopinn. Ef hann er fullopinn, þá er eiginlega engin spenna yfir hann. Ekki? Já, það er málið. Er þetta sama við áluslínuna? Nei, þið þurfið ekkert að setja hann eitt inn. Þetta er bara 25 mA. Sko, hérna, það er bara beðið um að bera þetta saman. Þið getur bara, ég var að taka vitlaust hérna. Ég er að færa hérna, taka svona, hérna er þetta komið. Sem sagt, til að bera þetta saman, þá drögum við línu frá 30 mikroamperum út til vinstri til að bera saman hvort það séu 25 mA á ferðinni. Hérna eru 25 mA á þessum stað hérna. Þannig að þá skrifum við bara það, já það passar. Ekkert meira. Þið þurfum ekki að teikna þetta inn á endilega. Ég er bara að teikna þetta inn á til þess að sýna ykkur þetta. Þið þurfum bara að segja, já það stemmir, eða yfirleitt er þetta að þetta passa nokkuð neginn, eða þá að þetta er aðeins fyrir ofan eða neðan, og þá bara skrifið það. Hérna væri straumurinn kannski aðeins undir 25 mA út frá rásinni, en hérna, jú, það er alveg nóg að teikna þetta bara inn á, og þá sé ég að þið skiljið það, sko. Já, akkurat. Ég ætla bara að setja inn á Word-skjalið. Já, við höfum eftir að reikna hérna base-viðina við. Drifum í því. Og hérna, ég ætla bara að setja myndina hérna inn á. Með öllu dótinu líka. Ok, reikna R-base. Hvað er spennan yfir RB? Strákar, hvað er spennan yfir RB? Hvernig finnum við spennan yfir RB? Já, nei. Já. Ok. Já, ef við segjum hérna bara strax RB, saman sem U RB, ég þarf að minnka þetta, og síðan hérna deilt með I-base, deilt með IB, og það er að minnka þetta allt saman. Þetta er formúlan. Ok, ég ætla að setja hérna næstu, svo ég sé ekki að URB, en við þurfum að reikna út URB líka. Og þá segjum við aftur að RB er þá sama sem, þetta getið reiknað þetta alveg sér, sko. Sagt þá bara U mínus U base emitter. Svona, deilt með IB. Já. Og ég með þetta hérna. IB. Ok. Þá er ég komið með fleiri hérna línur. Svona. Þá gerir þetta svona. U base emitter. Það er ég að draga frá. Og þá set ég tölutar inn. Við erum tilbúin í það. Þá segi ég hérna, svona, þetta er 14 mínus, hvað er það?
0,6 volt og deilt með, hvað tölurnar á IB? Það 30 mikroampere. Já, ég ætla að setja bara ég ætla að setja þetta í milliampere. Það þægilegast fyrir mig að skrifa, af því ég hef M, en ég næ ekki alveg mikró alveg strax. Nei, 0,3 milliampere. Já, ég verð að skrifa þetta í amperum. Já, ég ætla að skrifa hérna 30 mikroampere. Þá þarf ég að vera með 3-0 í viðbót, alveg rétt hjá þér. Og þá þetta 4-0 fyrir aftan kommu og svo kemur sem sagt 3. Þegar ég skrifa þetta í amperum. Já, akkurat. Jú, en þá getum við stimplað inn svo 30 og hérna takkan þarna neðst niðri, x10 í x-ta, og notum við hann og setjum mínus í sviga og í sjötta veldi, sko, mín sjötta veldi. Og þá er það best að gera það þannig, sko. Þetta 4-0, svo kemur 3 og þá fáum við niðurstöðuna hérna að R þá sama sem það sem sagt 13,4 deilt með 30 mikroamperum. Og þá hérna og það ekki að nota ENG takkan til að setja þetta í kílóum. Þá skrifum við hérna 446,6, ef við segja 67, það 2 aukastæði fyrir aftan kommu. 67 kíló ohm. Nú verð ég að finna symbol omega. Fáðu þetta ekki líka? 446,67 kíló. Ok, flott er. Herru, það eitthvað hellingur eftir það ekki? Vittu? Já. Nei, það ein blaðsíða, eða ekki? Það bara þessi hérna. Það sem sagt reikna út spennuna yfir peruna og yfir base emitter þegar LDR myrkvuð. Þið sjáu það í þessari línu hérna, þegar hún myrkvuð, þá spennan yfir LDR mótstöðuna 1,39 volt. Þá drögum við U-base emitter, þið sjáu það eru 2 base emitter spennar sem leggjast saman. Þannig að U-base emitter 1 plus U-base emitter 2 sama sem ULDR. Af því að ULDR alveg hliðtengt við þessar 2 base spennur. Já. Svo að ég segi þá hérna að UBE1 sama sem ULDR mínus U-base emitter 2. Þá set ég hérna tölurnar inn. Ég ætla að setja hérna aðeins, minnka þetta niður. Svona. Og setja
tölurnar inn í þetta og það er 1,39 volt, svo mínus 0,7. Það er spennan í UPS emitter 2 hérna, það er hérna 0,7 og þá fæ ég út að ég er með 0,69 volt og það myndi ég fylla inn í þessa, já þetta er mynd hérna, myndi ég fylla inn í það fyrir UPS emitter 1. Nei, já, hérna, UPS emitter 1. Ok, og berum spennu peruna. Ok, þegar hún er myrkvuð, þá er það spennugjafarspennan mínus spennufallið yfir kollektor emitter 2, þá er það 10 mínus 0,86 volt, sem er þá 9,14 volt yfir peruna. Það segir hérna uppera saman sem 10 mínus 0,86 saman sem 9,14 volt. Ok. Þá erum við búin að rekna það út. Þá erum við bara eftir að rekna út hérna E-base 1 ef að straumögnunarstöðullinn í rásinni er 9200 og þá notum við formúluna fyrir straumögnunina. Það er kollektorstraumur deilt með base-straum, en við vitum ekki base-strauminn, þá þurfum við að deila með mögnuninni 9200. Þá segjum við hérna að E-base er sama sem EK deilt með HFE. Og já, svona, þetta er nóg. Og sem sagt E-base, þetta er E-base 1 náttúrulega, og það er eini base-straumur sem vantar hérna í töfluna, segi ég, og HFE er líka smækkað, það er EK deilt með HFE til að finna át straumin. Ok, setjum inn tölurnar að E-base er sama sem kollektorstraumurinn er 276 milliampere, já. Setjum við það beint inn í milliampere. 276, já, af því að þá fáum við út strauminn í milliamperum. Það er langt þægilegast. 276 deilt með straumögnunarstöðlunum 9200 og þá er sama sem, nei, þetta er bara til þessa rás. Þetta er straumögnunarstöðl, það stendur hérna, G liður, reiknaðu út IB1 ef straumögnunarstöðlinn HFE í rásinni er 9200. Þá notum við þennan, það getur verið eitthvað allt annað í annar rás, sko. Það er bara að gefa upp svo að getið reiknað þetta út. Og þá fáum við, er það ekki 30 mikroampere? Tilvíðun. Þetta er ekki alveg hérna 30 ampere, ég ætla að finna hérna insert en nokkuð mjög hérna, nei, það er eitthvað. Já, það skilja allir mikró. Það fá hérna, nei, fæ ég hér. Já, það er miklu auðveldara að, hei, ég fæ hérna heppin. Close. Sjá þetta svona. Þá myndið þið bara setja líka inn í töfluna það sem þetta á. Þá er tíminn búinn. Já, og ef þú setur hérna
milliampere. 0,03 milliampere eru sama sem 30 mikroampere, er það ekki? Þú færð út úr þessum útreikningi 0,03, eða ekki? Já, það passar. Þetta er í milliamperum af því að 276 eru milliampere. Já, ok, þá erum sammála. Og svo breytum við 0,03 milliamperum í mikroampere og þá er það 30 mikroampere. Ok, takk fyrir. Já.